Ef ekki að byrja bara. Jú, hegi bara. Hegi bara. Já, að við erum líka alveg í gegn. Já, við erum eiginlega að byrja. Höldum bara áfram, gaman að fá þig eins og. Já, takk fyrir. Byrjum bara þar sem við vorum. Við vorum að tala um ADHD. Einmitt. Við erum bæði ADHD fólk. Já, heldur betur, sko. Hvað ég að byrja? Sko, við vorum að tala aðeins um þessi lyf og allavega svona fyrir mig að þá hef ég finn alltaf að þegar þetta er að fara úr kerfinu þá verði ég kvíðinn og eitthvað, þannig ég hef aldrei getað, þó ég hafi verið greindur fyrir 10 árum, ég hef aldrei getað tekið sko, í raun og veru þá skammtað þessum lyfjum sem ég ætti að vera að taka. Nei, einmitt. Og ég hef alltaf fundið þessar aukaverkanir og eitthvað, en að sama skapi finn ég alveg að þetta virkar sko. Og það er alveg eitthvað partur á heilanum á mér sem að hann kviknar þannig að ég hugsa bara, já, ok, svona er að vera eðlilegur. Já, nákvæmlega, sko. Mitt teika á þetta var eiginlega bara að þegar ég kom með hellinga spurningum, að ég var einmitt svona búin að skapa mér bara risa einhvern veginn, bara, já, identity í rauninni í kringum að ég væri bara að fá rosalega útrás. En að samanskapi var það náttúrulega ekki alltaf kannski heilbrigt hvað ég var mikið að mér leiði eins og ég þyrfti að fá svo rosalega útrás bara til þess að eiga róð í að sofa. Já, að þú í raun og veru værir þá að bara hreyfa þig nógu brjálæðislega mikið. Já, bara, þú veist, og ég byrjaði að upplifa þetta bara sem barn, sko. Þú veist, það var bara, mamma mín fóð með mig bara til læknis þegar ég var ung, sko. Svo man ég svona, það mesta svona það sem kemur sterkast til mín er þegar ég var unglingur og ég var í handbolta, síðan var ég kannski með það mikla orku að ég var að spila kannski Tony Hawk á nóttunni, bara alla nóttina, vakti, fór í skólan og náði svo að sofna. Og það veist, að sjálfsögðu leið mér ekki vel, sko, þetta gerist ekkert alltaf, svo var ég... Þannig að varstu komið svefnvandamál bara strax sem krakki, eða? Já, heldur betur, sko. Okay. Og það einhvern veginn, mér fannst alltaf bara svona komin ákveðin kvíði og ótti tengt við svefn. Já. Og það var alveg gríðarlega svona úti í fullorðinsár, en mér fannst einhvern veginn eins og ég þurfti að hreyfa mig svo mikið bara til þess að fá einhverja svona þreytu, annars lá ég bara einhvern veginn svona stíf upp í rúmi og ef að líkaminn var ekki bara að springa úr orku, þá var bara hausinn alveg á milljón, sko. Þannig að þú ert með þá þetta ofvirkni element líka, því ég svona held að hjá mér, ég er alveg með hreyfi óróleika og svona, en ég þekki fólk sem er mun meira ofvirkt en ég, en ég er mjög mikið með þessa tilfinningarlegu hliða þessu og bara framkvæmda, svona skipulags og framkvæmda vanda, sko. Já, ADHD frís, sem er bara það versta í heimi. Ég þekki það líka, sko, maður er að gera 5 hluti í hausnum á sér á sama tíma, síðan getur maður ekki valið og maður endar á að vera bara frosinn í ykkur niðurrifi. Það er að koma, sko, held ég, stúdíur núna sem mitt að bara benda til þess að þetta sé líka tráma. Við erum einhvern veginn með þetta ADHD og þetta er bara svona eitthvað, en þetta er líka trámatengt, þetta er trámaviðbragð. Áfallaviðbragð. Og þarna finnst mér að koma inn á svo góðan punkt af því að vissulega var eitthvað af þessu líka flótti og ég þurfti svona, og ég fíla ekkert endilega mitt að vera með ykkur leibúl á enninu, alveg bara ég er svona, maður á bara rosalega að læra inn á sjálfan sig og þetta er rosa mikið mitt tróma og tengt mataræði og þannig að mér fannst svona á eldri árum þá fór ég aðeins að fatta, ég er kannski í aðeins svo miklu flótta eða í ákveðnu orku sem að ég mætti alveg mæta sjálfurum mér betur. Ég var líka alltaf í svona braut mig niður ef ég var ekki alltaf alveg á fullu, sko. Og í rauninni var það þannig að ég man bara þegar ég var í grunnskóla að mér leið alltaf einhvern veginn eins og ég væri bara lokuð inn í búri, ekkert eðlilega dramatískt, en það er bara nákvæmlega eins og mér leið. Og ég bara náði ekki utanum af hverju engum öðrum liði svona. Ég bara þurfti að fara fram 300 sinnum og bara, þú veist, mér fannst þetta svo erfitt, svo bara leið og ég var inn í einhverjum æfingasal eða að hreyfa mig, þá var ég bara svona, já, hér er ég einhvers virði, þú veist, hér er ég, bara svona, það var einu mómentin sem mér leiði vel, sko.
Þetta áhugavert. Þú ert að lýsa einhverju sem miklu algengara hjá karlmönnum, held ég. Þú veist, miklu algengara strákar séu með þessa sögu úr bara menntakerfið, bara, þú veist, skólaganga mín markaðist bara af því að mér langaði bara að vera glifur í karlmönnum. Já, algjörlega. Það nefnilega málið að maður hefur einmitt tengt mjög mikið oft við, svona, ég hef ekki einmitt oft heyrt að svona þessi hlið af stelpum að því að svo kannski var ég líka rosa lengi að skilja við sjálfa mig á svona eldri árunum. Þá kom meira þetta kannski sem algengari hjá stelpum, meira inn á við, eitthvað svona niðurrif. Þannig að, en það er bara hárrétt hjá þér og mjög áhugaverður punktur á mér. Ég einhvern veginn upplifði mig allt öðruvísi á þessu sviði. Svo, þú veist, í endan á grunnskólanum mínum, þá er ég ekki lengur að hafa handbolta og þá var sporthúsið við hliðina á grunnskólanum mínum. Þá var ég bara að æfa þar 2-3 á dag, sko, bara 13 og þjálfari minn sem var að þjálfa mig í handbolta var einkaþjálfari, þannig að þá einhvern veginn var ég þar bara, að reyna einhvern veginn að eyða út orku allan daginn, sko, bara einhvern veginn og náttúrulega hef bara þróað með mér áhugamál í gegnum tíðina sem ég finn að því það er náttúrulega svo skrítin tilfinning að kannski það sem mér finnst vera svona besti punkturinn við að lýsa ADHD er að svona finna óreiðu í ró og finna ró í óreiðu þegar það er bara rosalega mikið að gerast og í gangi og þú ert í ykkur sem bara þú neyðist til þess að vera fullkomlega í núinu, þá einhvern veginn líður manni vel og maður færi þetta bliss eftir á og við kannski fáum svona einmitt dópamin kick úr því, sko. Góðu punktur, maður hugsaði einmitt hvort þetta sé, sko, hvort að maður sé að bregðast heilbrigt við óheilbrigðum aðstæðum og óheilbrigt við heilbrigðum aðstæðum, sko. Þegar maður hugsaði bara, þú veist, ef það er eitthvað svona tráma, eins og bara uppvöxtur í minna, svona, þú veist, mikið rifrildi og eitthvað svona dót, hvort að maður svona taugakerfið maður þekkir bara svona kaos og stimulation og læti en svo þegar það er bara allt í dúna logni og þá veit maður ekkert hvað bara að gera við sig, sko. Ég veit að þetta er einhver svona venjulegir atburðir eins og mér alltaf finnst þetta rosalega erfitt og leiðilegt að spila. Ég bara, það er ekkert að gerast þetta, ég nenni ekki að læra þetta spil. Ég verð þá að gera eitthvað fyrst til þess að geta einbytt mér að þessu, sko. En niður yfir, sko, því ég tengi við leið og segir að ef maður er ekki alltaf þá komist strax sko niður yfir. Já, ég held að það sé rosa tengt þessu, þetta, og náttúrulega þetta bara hugsunarflóð sem er bara stanslust í gangi og maður er náttúrulega bara svona sensori viðkvæmur líka, þannig að eins og, þú veist, ef ég labba inn í Kringluna eða þá er ég yfirleitt bara með heyrnartól og vill bara helst vera í huliðskikju. Ekki að því að huliðskikju. Þú veist, ekki eitthvað svona að því maður er bara að pæla í áliti annarra. Mér finnst bara actually hljóðin og allt einhvern veginn, ég bara finn verulega fyrir því, viðkvæm fyrir ákveðnum hlutum og það er svona náttúrulega kannski helsta sem ég er eina að flýja í, bara náttúruna og næja, þá líður mér bara svona eins og að sé. En þá hugsa maður einmitt þú veist, náttúruna versus Kringluna. Já. Þú veist, og þú segir flýi í náttúruna. Í raun, maður hugsa líka fólk sem fungerar kannski illa í samfélagin eins og það er uppbyggt núna. Já. Er það óheilbrigt eða er samfélagið óheilbrigt? Sko, þú veist, það er ekkert mjög náttúrulegt að vera inn í Kringlunni. Og í raun og er maður kannski bara mjög eðlilegur að labba, því ég segi eins og þú, ég labba að og bara öll þessi skæru ljós og öll þessi hljóð, þetta er bara eiginlega svona, verslunarmiðstöðar er eiginlega svona my least favorite places bara sem eru til. Algjörlega. Og meðan að náttúran einhvern veginn þar er allt eins og það á að vera og eins og það hefur alltaf verið og það er jarðtengismadur og ég held að á einhvern hátt, þú veist, það er ekkert skrítið að manni líði eins og maður sé í búri þegar maður er skikkað að sitja á rassinum við eitthvað borð og hlusta á einhverja kennara í 8 klukkutíma þegar maður er barn. Þú veist, er það ekki bara kannski að einhvern nátt eðlilegt? Já, nákvæmlega, sko. Af því að maður ámett líka stundum að hugsa svona tilbaka, sko, hvað er eðlilegt og hvað ekki og það sem að ég sækist svona mest í svona, það er þetta tímalausa ástand eins og ég talaði í mörgum bókum að
það svo mikill hraði og svo mikill tími og þetta, þú veist, eins og þegar fólk orkan bara í kringum umferð, þú veist, að sóma orkunni sinni einhvern veginn í að vera pirraður í umferð, en þú veist, það svo gott einmitt að taka sér líka tilbaka að svona reyna að hægja á sér og reyna að fara á staði og þá finnum maður meira fyrir þessari tímalausu tilfinningu. Ég reyna allavega því ég líka alveg viðkvæm fyrir stressi og að það mikið að gera og kannski mikla fyrir mér ef listin langur sem þarf að gera. Hvað hérna með mitt áhugamál, svona eins og til dæmis þeim finnst gaman að fara á brimbretti og það til dæmis eitt svona, ég var núna í Sri Lanka og þá, ég er ekki góður að surfa en ég var á bodyboardið dálítið og bara verið í sjónum og svo, þú veist, maður alltaf, ég að fara upp, nei, einu viðbútt og svo alltaf ég búin að vera og þá eins og það sé bara skólast burt úr hausnum á þér allar hugsanirnar, ef þú ert búin að vera onni í sjónum í klukkutími eða meira, þá einhvern veginn eins og þú sért búin að taka einhverja pillur, sko. Já, heldur betur, sko. Þetta nefnilega, þetta svo miklu meira bara það að komast í þetta tímaleysi og þetta svo mikið mental þjálfun bara líka, þú veist, ég ekkert endilega eitthvað rosalega góð í þessu, en það bara það sem þetta gerir fyrir mig að fara, mér finnst einmitt bara langbesti staðurinn að fara út í sjó. Það finnst mér bara svona þá ertu bara ekki nálægt neinum raftækjum og þú ert bara einn og það kannski sólsetur og fuglar og síðan færðum alltaf stundum svona smá kannski andlitið og þetta svo mikið mental þjálfun líka, eitthvað svona sem krefjandi, sko, þá nær maður að taka kannski svona daglega amstri meira, þú ert ekkert að fara út í sjó og fá okkur öldur í andlitið og fara svo að flauta okkur fólki umferð, maður bara, maður fær bara svona ákveð bliss, sko. Upplifir þú svona svolítið eins og ég að hvað tíminn afstæður þegar maður í ykkur svona ADHD heimi að þá ég upplifir stundum það bara eins og núna ég að fara út í kvöld. Já, ég og ég að fara að vera í svolítinn tíma og þá hugsa ég alltaf það eitthvað sem ég eftir að gera og ég bara endalaust með þess að til það eitthvað sem ég eftir að gera alveg þangað líf fer og ég fæ þetta oft líka bara á venjulegum dögum það svona síðdeis, það eitthvað sem ég eftir að gera en ég veit ekki hvað það og þá svona einhvern veginn eins og sé lítið rými í hausnum á mér og það eins og sé svona bara eitthvað streitu viðbragð í gangi og þá náttúrulega líður mann eins og maður hafi, þú veist, einhver hringir og maður má ekkert vera að því að tala af því það eitthvað sem maður á eftir að gera, maður veit ekki hvað það en það lítur að vera mikilvægt en síðan og þá finnst mann eins og maður hafi ekki tími neitt, en svo gerir maður eitthvað sem gott fyrir sig, eins og bara fara í jógatíma eða ég mitt þetta, og þegar maður búin að gera eitthvað sem svona gott fyrir sig, þá alveg sama hvað það var mikið að gera, þá líður þér þegar þú ert búin, eins og það sé bara þú hafi nógan tíma fyrir allt, því það bara komið meira rými í höfuðið. Já, nákvæmlega, sko, þá einhvern veginn kemur meiri ró á þetta og það svo oft sem að maður þarf bara að gera ákveðna hluti ef maður veit að mann líður betur og þá það bara út frá einmitt sínum eigin persónuleika og maður ekkert að segja einhver annar það hendi öðrum eða ekki og mörgum finnst kannski eitthvað drepleðilegt sem ég að gera og öfugt. Algjörlega. Að taka mitt bara ábyrgða sjálfum sér og svona kunna inn á sig að ég til dæmis bara betri í skapinu og væri bara betri að öllu leiti þegar ég geri eitthvað af þessum hlutum, sko, gef mig tíma í að fara út og fá súrefni og blanda jafnvel saman, þú veist, ég tek stundum kannski æfingar þar sem að ég næ vel upp púlsinum en aðalega einmitt finnst mér gott að vera svona í einhverjum skemmtilegum íþróttum úti, sko, af því að eitthvað svo mikilvægt að vakna spenntur fyrir ykkur, sko, þessi svona barna orka sem maður tínir oft svona og í rauninni hvað mann sjálfum langar að gera. Ég hugsa, þetta alveg kannski rosa djúpt, sko, en ég hugsa svo oft ef að ég ætti bara, veist, ef maður ætti alla peninga sem maður langar að eiga og maður ætti bara allt til alls og maður væri búin að áorka öllu sem maður langar að áorka, hvað væri maður að gera við frítíma sinn? Mjög góð spurning. Og ég svona reyni að vera, að því ég reynir frekar að vera í framtíð og nútíð, þannig að ég ætla mér auðvitað að ná markmiðum og þá einmitt finnst mér svo gott að tína samt ekki þessari hlið af sjálfum sér sama einhvern veginn, hvort maður sé í sambandi eða bara hvað sem sko.
Þannig að þegar ég svona byrjaði að velta þessu fyrir mér, þá fór ég meira að gera hluti, svona vakna og gera bara nákvæmlega það sem dettur í hug við frítíma minn, sko. Og meðan maður getur, maður náttúrulega á að vera mjög þakklátur fyrir það, sko. Algjörlega. Hvað sko, hefur alltaf laðað svona mikið að því að vera að gera eitthvað út í náttúrunni? Já, en það kom miklu meir í seinni tíða, því ég var náttúrulega bara í mikið af svona innan hús íþróttum eða sportum og þá náttúrulega maður var frekar mikið með hausinn í hlutum sem maður var að fókusera á þá og þá var ég kannski ekki mikið, þú veist, ég var ekki alveg upp í kringum neina útivist eða þannig að þetta kom aldrei svona, þetta kom meira svona í seinni tíð sem ég fór að gera þetta að alvöru og ekkert eitthvað endilega rosa góð í öllu og það var alveg svona hugrekki að stíga inn í alls konar af þessum nýju sportum og bara já, þú veist, svona meira í og mér fannst mikið sem ég átti eftir að sjá af landinu og svoleiðis, en ég kann svona einmitt enn þann dag í dag svona meta tilfinninguna að vera að keyra hérna á Íslandi og náttúrulega því meira sem maður er búin að ferðast, því meira metum maður Ísland. Algjörlega. Það er bara eitt af dýrmætasta sem ég fengi að læra, sko. En þú býr samt í Reykjavík, eins og ég. Já. Af því ég hef svolítið verið að hugsa undanfæri, sko, þetta er þetta svona, ef ég sletti svona Cat 22, af því við erum ennþá að tala um ADHD. Já. Að hugsunin mín að fara eitthvað að búa eitthvað staðar í eitthvað litlu þorpi eða eitthvað, þá kemur svona þetta bara fear of missing out, bara shit, þetta er ekki nóg spennandi, shit, hvað þetta verður leiðilegt en alltaf þegar ég hef verið á einhverjum svona stað í einhverja daga, þá er maður í smá frákvarsengjunum fyrst kannski, svona aðeins eðalaus og eitthvað, en svo allt í hennu byrjar maður að sofa betur og allt í hennu byrjar að verða rólegra yfir manni. Já, því það er ekki alveg fólk sem að sko hefur flutt bara upp í sveit það hefur bara endað á að geta hægt að taka eitthvað lyf og eitthvað dót af því það er bara einhvern veginn byrjar kjarnin þinn að róast við að vera bara nær náttúrunni og í minna áriði. Já, bara algjörlega sko, ég geti hugsað svona í seinni tíð en svona mitt á milli, þess að núna er ég í Úlfarsadalnum og ég heyri bara í fuglum og já, það er enda ekki ekki. Já, það er það og þá er stutt í alla hjólastíga og maður fer út að hlaupa og það er svona mjög stutt í þessu náttúru tengingu sko. En svona alltaf gefið mér mikinn tíma bara í að stutt að keyra út af bænum líka sko. Hvað þú sagði mér þegar hún spjallar saman síman í gær og vaknar alltaf klukkan 5? Já. Er það að því eitt af því sem ég held að margir sem eru án þess að ég ætla að vera að hjakkast á þessu ADHD endalaust sko, nei, en þá kallar það alltaf á að maður þurfa að vera með maður þarf að aga lífið sitt, þú veist, eitt er allt er lagi frábært ef að fólk tekur lyf og ef það virkar, en mér finnst einhvern veginn eins og, þú veist, lyfin er ekki að ráðast á orsökina, þannig að þú verður að vera að nota önnu verkfæri líka, hvort sem það er að vera minni í símanum, mataræði, hreyfing, réttur svefntími og allt þetta er, þú veist, af hverju vaknar svona snemma? Þetta langur aðdraðanda einfaldri spurningu. Það er allir bara, þetta er flugvallatími, hvað er að? Ég tók 1 ár þegar ég var í morgunfréttunum sem ég vaknaði 4:30 alla morgna og ég bara nefnir að gera sko. Já, og ég skilða alveg að vissu leiti sko, en það er ekkert kannski auðvelt að vera í kringum mína rútínu sko, en ég er búin að gera þetta alveg í 10 ár og einfaldlega bara vegna þess að ég er náttúrulega búin að þjálfa í 10 ár að meira og það er bara einhvern veginn gott að þegar maður er búin að gera það einhvern veginn þá fílaði ég ekki að fara tilbaka sko og það er náttúrulega bara vinsæli tímar og mér finnst gott að byrja daginn svona undan og það gefur mér einhverja svona tilfinningu sem ég var orðindaldi vön, mér finnst það gott að vera svona undan. En veist, í eðli mínu finnst mér alveg fínt að vaka á nóttunni sko, mér finnst rosa gott líka að vera bara eins og okkur Dracula á vappinu sko en Dracula á vappinu vel orðað en þú veist já, ég er svona það er aðalega þá, í dag kýs ég að byrja dagana mína snemma og kannski hætta fyrir eitthvað fyrr í vinnunni og ná að nýta svona. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.